Hæ, komið þið sæl, velkomin á fundin. Við erum að fara að halda hérna fund og síðan ætlum við að vera með hugleiðslubæn í lok fundarins og yfirskrift fundarins að lifa í heilbrigði og veljan, líf í heilbrigði og veljan. En við erum alltaf með svona hugleiðslubæn í lok fundarins, þannig að núna langar mig til þess að bara að við biðjum saman stutta bæn, biðjum fyrir stundinni og biðjum svona frelsisbæn í leiðinni, það er aldrei að vita eða þetta inn einhverjir sem hafa ekki tekið á móti Jesú. Það endurfæðast þýðir að við fáum, við játum það með munnunum og trúum í hjartana að Jesús er Guð og þegar við gerum þetta, eða biðjum þessa bæn, þá kemur Guð inn í andan okkar, endurfæðir hann og við fáum nýjan anda fæddan af Guði. Og það þýðir að andin okkar, sem er í rauninni það sem við erum sál og við erum andi, við erum ekki líkami, að sá partur er í rauninni fæddur af Guði og þá öðlumst við inngöngu eða aðgöngu með hann inn í himnaríkið og þá öðlumst við þennan rétt að eiga þetta eilífa líf í Guðsríkinu, í himnaríkinu með Jesú og með Guði. Þannig að þetta er mikilvægasta skref sem við getum tekið í lífinu og ég ætla bara að biðja þessa bæn núna og síðan ætla ég að biðja fyrir fundinum og við ætlum að biðja fyrir lækningu, við ætlum að biðja fyrir heilbrigði og við ætlum að biðja fyrir veljan. Já, góði Guð og kæri Jesús, ég þakka þér fyrir að þú lifir í dag. Ég trúi því í hjarta mínu að þú sért Guð. Takk fyrir að endurfæða anda mig núna. Takk fyrir að þú hefur fyrirgefið fortíð minni. Og ég þakka þér fyrir Guð að þú ert læknirinn minn. Ég þakka þér fyrir að þú ert lækningi mín. Og ég bara trúi því í hjartanu mínu að þú ert að fara að gera stórkostlega lækningu innra með mér og öllum hérna inni í kvöld. Og ég þakka þér fyrir að það verður stórkostleg kraftaverkalækning innra með öllum þeim sem eru hér í kvöld. Í Jesú nafni. Amen. Og það sem við ætlum að tala um núna er heilbrigði og veljan. Og þetta er nátengt en ekki endilega sami hluturinn. Við ætlum að reyna að fara svona yfir hvoru tveggja. Og það er þannig að Jesús Kristur, bæði núna og sérstaklega þegar hann gekk á jörðinni í mannslíkama, í holdlegum líkama, að þá var Jesús mjög heilbrigður. Hann var algjörlega heilbrigður og hann er algjörlega heilbrigður. Og þegar að Guð skapaði okkur börnin sín, mannfólki, þá skapaði hann okkur í sinni mynd. Og þegar að í rauninni Adam og Eva átu af trénu, þá hleyptu þau illskunni inn í sig. Og þá hleyptu þau myrkrinu inn í sig og þá komu sjúkdómar og myrkur og þjáning og vanlíðan. En þegar að Jesús deyr á krossi, þá vann hann sigur yfir öllu illu, yfir öllu myrkri, yfir öllum sjúkdómum, yfir allri þjáningu. Hann tók allar syndir, allar sjúkdóma, allar þjáningu, allar vanlíðan á sig fyrir okkur. Til þess að við getum átt heilbrigt líf í fullri gnægð. Og það var spáð fyrir þetta löngu áður en þetta gerist og í Jesaja 53. kafla, það segir í 4. versi: En vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli hann á sig lagði. Vér álitum honum refsað, hann var sleginn og niðurlagður af Guði, vér álitum honum refsað, hann sleginn og niðurlagður af Guði, en hann var særður vegna vorra synda, kraminn vegna vorra misgjörða. Honum var refsað svo að vér fengjum frið og fyrir benjar hans urðum vér heilbrigð eða heilbrigðir. Og þarna verið að tala benjar þýðir í rauninni bara sár eða meiðsli, eða ekki? Jú. Já. Og af því að hann var særður og meiddur á krossinum, þá öðlumst við heilbrigði. Og maður velti fyrir sér, af hverju, ef að Jesús gerði þetta, ef að Jesús dó á krossi, tók á sig alla sjúkdóm, alla syndir, alla sásöku, alla þjáningu, hvernig stendur það á því að við lifum í veröld þar sem að það eru svona mikið veikindi og svona mikið vanlíðan og svona mikið af sjúkdómum og óheilbrigði
og við þurfum bara að spyrja þessara spurningar og þetta bara mjög valið spurning sem að brennur örugglega á mörgum og hvernig stendur á því að fyrst að Jesús vann þetta verk á krossi og tók á sig alla sjúkdóma og alla þjáningu, hvernig stendur á því að við séum ekki bara öll sjálfkrafa heilbrigð og okkur líður ekki bara stórkostlega vel allan daginn. Og svo getur maður líka spurt sig, hvernig stendur á því að sumar manneskjur lifa þannig lífi, eru bara ótrúlega heilbrigðar, líður vel, svona alla jafna, flesta daga og lifa bara í heilbrigði og veljan, en síðan eru aðrar manneskjur sem að líður kannski aldrei vel eða mjög sjaldan vel. Aðrar manneskjur sem eru að glíma mjög mikið veikindi, óheilbrigði, sjúkleika og mikla depurð og kvíða og vanlíðan. Og þannig getur maður spurt sig hvernig stendur á því ein manneskja döpur, þunglynd, reið og gröm á meðan önnur glöð, hamingjusöm, kát og frjáls. Og svar við þessari spurningu einfaldlega það að Guð gaf okkur frjálsan vilja, Guð gaf okkur val og Guð gaf okkur vald. Og þetta eitthvað sem við höfum farið svolítið vel í áður en mjög mikilvægt að ítreka. Og þetta sem Guð gaf okkur, þetta val og þetta vald sem Guð gaf okkur kemur fram víðsvegar í Biblíunni, meðal annars í 1. Mósebók og líka í Síraksbók. Og Síraksbók ekki partur af Biblíunni, en hún í ég get ekki sagt þetta orð. Hver lét sér þetta fáralega orð í hug sem að gerir ekkert annað en að láta manni líða illa með sjálf og sig. Ok, þannig að hún er svona næstum því í Biblíunni. Það má svo orðið komast. Og í 17. kafla þar segir í öðru versi, hann markaði mönnum dag og æviskeið og gaf þeim vald yfir öllu á jörðu. Þannig verið að tala Guð. Hann veitti þeim hlutdeild í mætti sínum og skapaði þá í sinni mynd. Guð veitti okkur hlutdeild í sínum mætti. Og við erum að tala það. Við erum að tala mátt Guðs sem að Guð notaði til að skapa allan heiminn, alla veröldina, allt fólk. Þú veist, þetta rosalegt. Þetta kröftugusti, öflugusti, sterkasti máttur sem til í allri veröldinni. Það máttur Guðs og það máttur sem að Guð gaf okkur. Að fylgja mér. Þetta rosalegt. En við þurfum að gera okkur grein fyrir því hversu sterkt og hversu kröftugt og hversu mikið þetta Og hann skapaði okkur í sinni mynd. Og í Matteus 21. kafla þá talar Jesús svolítið um þetta vald og þennan mátt sem að Guð gaf okkur. Og Jesús segir við lærisveina sína að ef þeir eiga trú og efast ekki, þá getur þeir bara sagt við eitthvað fjall, lyft þér upp og steyp þér í hafið og þá myndi það gerast. Og hann segir orðrétt, ef þið trúið, munið þið öðlast allt sem þið biðjið. Ef þið trúið, munið þið öðlast allt sem þið biðjið. Og munið þegar fórum yfir valið og valdið sem Guð gaf okkur sem við iðkum með því sem við trúum, hugsum og segjum. Það þessi þrír aðal aðferðir sem við notum til að iðka þetta vald sem Guð gaf okkur. Og þarna segir hann, ef þið trúið, þá munið þið öðlast allt sem við biðjið. Og þetta líka við heilbrigði og veljan. Þetta ekki fyrst og fremst verið að tala einhver efnisleg gæði. Hann segir allt. Og síðan í Matteus 17:20 þá sagði Jesús við lærisveina sína að ef við höfum trú eins og mustardskorn, bara pínu lítið korn, er það ekki? Já, jú. Bara pínu lítið. Þá segir hann, þá verður ekkert ykkur megn. Spáið því. Ekki neitt. Hann segir ekkert. Þetta rosalega sterkt og það svo mikilvægt að við stöldrum við þessi vers og Guð búinn að vera að tala til mér núna. Hann segir, lestu Nýja testamentið og skoðaðu Jesús og skoðaðu hvað hann að segja. Skoðaðu það sem hann gerði og þess vegna ég búinn að vera að rýna í þetta. Hann segir, okkur ekkert megn sem þýðir að við getum læknast af hverju sem við getum öðlast skapað
og gert hvað sem er. Jesús, hann gekk jörðu og læknaði sjúka og það gerði lærisveinar hans líka. Og hann gerði ótrúleg kraftaverk og tákn og undur og það gerði lærisveinar hans líka, sem voru bara mennskir menn. Og allir sem að Jesús snerti, og ekki eins og líka, hann verið að segja eitt skipti þá fjarheilaðan einn, muni eftir því, þegar 100-höfðinginn kom til hans og hann var með veikan son og hann sagði, og Jesús sagði, farðu með mig til hans og 100-höfðinginn sagði bara, nei, þú þarft ekki einu svona að koma, bara segðu orðið og þá læknast hann. Hann þurfti ekki einu svona að leggja hendina yfir drenginn, heldur bara, hann fjarheilaðist bara í gegnum trúna, þessa sterku trú sem 100-höfðinginn hafði. Já, fólk læknaðist og allir sem Jesús snerti læknuðust og urðu heilir og í flestum tilvikum líka þeir sem að lærisveinar hans snertu. En það fjallað það, alltaf að minnsta kosti eitt skipti í Biblíunni, það var fjallað það að lærisveinar hans gátu ekki læknað mann. Og þetta var maður, minnir að hann hafi verið með flogaveiki, það talaði tunglveiki í íslensku þýðingunni en epilepsi held ég í ensku þýðingunni sem flogaveiki. Og þegar að lærisveinar höfðu kallað á Jesús og sagði, heyri Jesús, komdu hérna, við gátum ekki læknað hann mann og Jesús gat læknað hann. Og hann var alveg heilbrigður og eftir að þá voru lærisveinar að spyrja, hei, af hverju gátum við ekki læknað hann? Þú veist, hvað gerðist? Og þá sagði Jesús vegna þess að ykkur skorti trú. Hann sagði út af vantrú. Og svo sagði hann líka að til þess að auka trú okkar, þá getum við nota bæn og föstu. Og þetta vers stundum misskilið með þeim hætti að það sé ekki hægt að lækna þennan tiltekna sjúkdóm nema með því að fasta, en það virkar ekki þannig heldur notum við bæn og föstu til þess að færa okkur nær Guði, til þess að þekkja Guð betur og til þess að fá sterkari trú og meiri trú innan með okkur. Síðan sagði Jesús að við lærisveinar sína að þegar hann myndi, eftir að hann í dáin á krossi, að þá myndi hann koma tilbaka í heilugum anda og þá myndi við geta gert meiri verk á jörðu heldur en hann gat gert. Þegar hann gekk jörðina. Af því að hann væri komin aftur í heilugum anda og myndi búa innan með okkur og væri að vinna þessi verki gegnum okkur. Og þegar við spyrjum okkur hvaða verk var Jesús að gera á jörðu niður þegar hann gekk á jörðu niðri og þá náttúrulega fyrir utan kannski verki sem hann vann á krossinu sem var hans aðal tilgangur, hann læknaði. Hann bara gekk og hann læknaði fólk og það læknuðust allir sem hann snerti. Og þeir fengu algjört heilbrigði og þetta voru engin smá veikindi sem fólk, þetta var ekki eitthvað, hausverkur, þetta var bara flogaveiki og alls konar geðveiki og holdsveiki og mjög svona alvarlegir sjúkdómar og svona líkamlegar fatlanir líka, eða ekki? Og fólk læknaðist. Og mér langar svo að við spyrjum okkur að þessari spurningu hvort við trúum þessu raunverulega. Trúum við því að við getum læknast. Trúum við því raunverulega að við getum læknast að því sem að hrjá okkur, að því sem að plaga okkur. Trúum við því að við getum lifa lífið þar sem okkur líður vel. Trúum við því að okkur líður vel eða trúum við því bara að okkur líður illa eða okkur líður alltaf illa eða við séum dæmd í eilíf veikindi. Og trúum við því að við getum lækna aðra með því að leggja hendur yfir þá og biðja fyrir þeim. Eða erum við í vantrú? Og hugsið ykkur bara ef við ímyndið ykkur munin á því að trúa því að ég sé tilfinningalega heilbrigð, að ég sé sigurvegari, að ég sé máttu, að ég sé kröftu, að ég sé hugrökk annars vegar, eða hins vegar að trúa því að ég sé sjúk, að ég sé óheilbrigð, að ég sé veik, að ég sé vanmáttu, að ég sé fórnarlamb. Það er rosalega mikill munur á kraftinum, á orkunni, á ástandinu sem að skapast innan með okkur eftir því hvoru megin við erum í trú eða í vantrú.
sérstaklega þegar kemur að okkar líðan og okkar tilfinningum og okkar heilsu og okkar heilbrigði. Og mér langar til, ég teiknaði hérna eina mynd sem ég vona að ég nái að sýna ykkur hérna, ætla að ganga hérna. Þetta er hérna zoomið, þetta hérna er herra Jóð, sjáu þetta. Og þetta er herra G hérna. Ég ætla að sýna hérna líka á hérna TikTokinu, þetta hérna er herra Jóð, sjáu herra Jóð hérna. Og þetta er herra G. Það er einhver hérna á Facebookinu líka. Hérna sjáu herra Jóð og herra G. Vona að sjáu þetta. Já, þið sjáu þetta vel. Eða ekki, sjáu þetta hérna. Og mér langar að spyrja hérna. Er einhver sem að vaknaði svona í morgun? Má ég sjá? Nei. Er einhver þeirri sem vaknaði svona í morgun? Þið getið séð hver vaknaði svona í morgun. Hérna, þetta er svo mikið. Ég hef alveg vaknað svona, alveg, þú veist. Og hérna áður fyrr, þegar ég var veik, þá var ég bara dálítið oft svona á svipinn. Það var mjög erfitt. Lífið var mjög erfitt þá. Og hérna, og við ætlum að horfa aðeins hérna herra Jóð og herra G. Hvernig líður herra Jóð? Líður honum vel? Eða líður honum illa? Þið megið unmute ykkur núna, eða skrifa. Má ég heyra aðeins í ykkur. Hvernig líður herra Jóð? Líður illa. Hann líður illa. Hvernig? Reiður. Hann er reiður. Hann er geggja reiður. Og hvað fleiri er hann? Er hann pirraður? Já. Gramur? Bitur? Er hann kvíðinn? Spurning. Hann er mjög krumpaður, sko. Já, hann er mjög krumpaður. Haldið hann sé kannski, er hann kannski með hausverk? Hvað haldið þið? Eða vöðvabólgu? Hvað segir þið? Er hann illt í maganum? Er hann þreyttur? Streittur? En herra G, er ekki herra G hérna? Herra G, er einhver sem vaknaði svona í morgun? Já, ég. Vel gert. Hjá þér Ásdís. Já, frábært hjá þér. Herra G, hvernig líður herra G? Hvað segir þið? Frábært. Hann er glaður. Hann er glaður og frjáls. hamingjusamur, glaður, frjáls. Hann er bjartsýnn. Hann er fullur af von og trausti og trú. Er hann sigurvegari? Já. Hann er bara eitthvað, yes! Ok, og hvort viljum við vera eins og herra G eða herra Jóð? Herra G. Já, í spurning. Er það ekki? Og þá ætlum ég að biðja ykkur að horfa að sá þessa mynd og spyrja ykkur að því, hver er munurinn? Það er bara einn munur á þessum tveimur. Á orkunni. Já, mjög gott, sem kemur frá hverju? Góða orkan kemur frá Guði. Já. Sko, ég hélt að einhver myndi segja þessi hérna er frelsaður en ekki þessi. En það er ekki alltaf svona einfalt, sko. Það er bara einn munur og munurinn er sá hvað er að hugsa. Já, það sé að hugsunum. Já, rétt hjá þér. Það er bara einn munur, það er eini munurinn á herra Jóð og herra G er hvað er að hugsa. Hvað er herra Jóð að hugsa? Allt er ómögulegt. Allt er ómögulegt, ég er að drepast, ég þoli ekki hvað er alltaf mikið drasl heima hjá mér, það gerir aldrei neitt heima hjá mér nema ég kem heim og kallinn er bara að vinna fram eftir og það er allt í drasli og hundahár út allt og ég er að drepast í bakinu og ég bara þoli ekki hvað þessi krakkar er alltaf brjálaðir og...
Hver hefur verið þar? Og ég er bara komin á 3. vaktina og svo er ég komin á 4. vaktina. Ég verður örugglega andvaka í kvöld. Það er örugglega fyrir að fara að reka mig úr vinnunni. Hvað segir þið? Okkur er lífið alltaf svona erfitt. Það er allir svo vondi við mig. Er það að tengja við þetta? Einhver? Hefur einhver hugsað svona? Já, maður er oft hugsað svona, en það er núna einhvern veginn langt síðan ég var svona neikvæð. Já, það ekki. Amen. Vel gert. Þetta kemur með æfingunni. Þetta hérna, ég get sagt ykkur það, þetta er daglegur veruleiki mjög margra. Það er bara þannig. Og þetta var minn daglegi veruleiki og það er ekki skrítið að ég var að krumpast úr vöðvabólgu og síþreytu og magaverk og brjóstverk og bara ótrúlega mikill vanlíðan. Af því að þarna var ég og þarna var mitt hugarfar og ég var alltaf gröm af því ég gat ekki fyrirgefið, ég kunni ekki að fyrirgefa og ég hafði náttúrulega ekki Guð til að leiðbeina mér og ég hafði heldur ekki Biblíuna til að leiðbeina mér. En þegar ég kynntist Guði og fór að lesa mig til og fór að nota aðferðina sem eru kenndar í Biblíunni og sem Guð var að segja mér að nota meðal annars að umbreyta hugarfarinu mínu, þá breyttist ég í þennan. Og ég er ekki að segja að ég sé alltaf hér. Spurði bara Einar, er ég alltaf hér? Nei, ekki alltaf. En þú varst núna þó ég hefði verið að vinna fram eftir. En hvað er Herra G að hugsa? Skoðum aðeins þessar hugsanir. Hvað er hann að hugsa? Hvað segir þið? Frábært. Allt er frábært. Ég er frábært. Já, og bara, þú veist, það er bara, þú veist, einhvern veginn svona, ég veit það ekki, það er bara, það kemst ekkert neikvægt að. Akkurat. Eitthvað gott er að fara að gerast. Ég er glaður. Mér líður vel. Lífið er frábært. Ég er þakkláttur. Ég er þakkláttur fyrir að eiga heilbrigð börn. Ég er þakkláttur fyrir að vera með hreint vatn í krananum. Ég er þakkláttur fyrir að búa í öruggu landi. Mér líður vel í eigin skinni og ég er heilbrigður. Ef ég er að klíma við neikvæð einkenni þá veit ég að Guð lækna mig og ég treysti honum og ég veit að hann mun lækna mig á þeim tíma sem er réttu tími fyrir mig. Samkvæmt hans boði. Ég lifi í friði við sjálfa mig og alla menn. Ég er sáttur við mig, ég er sáttur í eigin skinni. Þegar ég fyrir félagslegar aðstæður þá líður mér vel og ég er öruggur. Þetta eru hugsanirnar sem hann er að hugsa. Ég er þakkláttur fyrir að vera í vinnu. Ég fer í vinnuna og ég hitti vinnufélaga mína og ég þarf að reyna að gera allt sem ég get til þess að láta einhverju líða vel, til að fá einhver til þess að brosa. Ég er búin að fyrirgefa fortíðinni, sjálfum mér og öðru fólki og ekkert í fortíðinni er að plaga mig eða trufla mig lengur, er að fylgja mér. Eini munurinn er hvað hann var að hugsa. Og þegar við byrjum að þjálfa okkar eigið hugarfar og taka eftir hvað við erum að hugsa og breyta því, þá getum við stýrt í hvernig okkur líður. Og það eru svakalega lífsgæði sem fylgja því og þetta er sko leyndamál sem að Biblían kennir á mörgum stöðum og aftur er Guð að segja passa upp á hugsanir þínar, varðveittu hugsanir þínar, ekki leyfa myrkrinu og Biblían útskýrir hvernig illar hugsanir sörg okkur og menga okkur og gera okkur veik og það tala hugsýki í Biblíunni. Þetta er bara að tala hugsýki sem ákveðin sjúkdóm í Biblíunni sem gerir okkur veik og það var svo sannarlega þannig hjá mér þegar ég var veik af kvíða og ofsakvíða og krónískum verkjum og síþreytu og átröskun og öllu þessum sjúkdómum sem ég glímdi við. Og þegar ég fór að umbreyta hugarfarinu mínu og þjálfa það og laga sambandi sem ég átti við sjálfa mig, að þá fekk ég lækningu. Þá fekk ég frelsi. Og það er ekki þannig að ég fá aldrei neikvæðar hugsanir lengur. Og það er ekki þannig að allt í einu er ég bara út í bónus og ég fara að dæma eitthvað, nei, ég fara að hugsa neikvætt eitthvað fjölskyldumeðlim. Það gerist alveg. Þú veist, við erum bara öll mannleg, en þegar það gerist, þá stoppa ég hugsanirnar. Ég leyfi mér ekki að fara niður í þessa dýflissu. Þetta er bara gildra sem að djöfullinn er alltaf að reyna að leggja fyrir okkur, þú veist. Hún er örugglega að gera þetta, hann er að tala illa um þig, þessi er að gera þetta, þessi er svona, þessi er hinsegin,
þetta að fara að klúðrast, eitthvað hræðilegt að fara að gerast, þú ert að deyja, þú ert að veikjast. Leið og við grípum þessar lygar og þessar blekkingu og við fyrir að trúa þessu og fóður þetta innra með okkur, þá verður þetta að litlu mustaskorn í hjartan okkar sem síðan stækkar og stækkar og stækkar. Heyrir í mér? Já. Já? Er að fylgja mér? Já. Hugsanir sem að skapa ófrið, ótta, kvíða, gremju, streitu, reiði, ásakanir, fordæmingu, þetta kemur ekki frá Guði. Af því að Guð talar ekki svona. Og þessi orka kemur ekki frá Guði. Og þegar við erum að heyra þessar hugsanir, þá fyrirgefum þeim, við afhendum þær til Guðs og við setjum í nýja hugsun. Við hertökum hugsunna til hlýðni við Krist. Við setjum nýja hugsun sem skapa frið, gleði, heilbrigði, vellíðan, kraft og svo framvegis. Er að fylgja mér. Þannig að ef það kemur upp hugsun, ég er að veikjast. Þá stoppum við þessa hugsun, fyrirgefum henni, afhendum henni í ljósið og við segjum, ég er heilbrigð. Ég er að læknast. Ég er læknuð, ég er læknaður. Jesús er læknirinn minn og Jesús læknar mig og ég treysti honum og ég treysti á hann og ég veit að hann læknar mig. Og ég veit að hans lækning verkar innan með mig núna og í dag. Er að fylgja mér? Men, ef það kemur upp hugsun, ég er að drepast, eða hvað ef ég dey, eða hvað ef einhver er að deyja, fyrirgefum, afhendum þetta inn í ljósið til Guðs og við segjum, ég lifi. Amen. Út af Jesús Kristi. Jesús Kristi dó á krossi fyrir mig svo ég geti öðlast eilíft líf. Ég hef öðlast eilíft líf í ljósinu og ég lifi í ljósinu. Þetta er rosalega mikilvægt að við notum þetta vald til þess að velja Krist í hverju einustu hugsun. Og ég veit þetta er erfitt fyrst að því að stundum er hausinn á manni bara, þú veist, á milljón. Og en með þjálfun og með iðkun þá verður þetta auðveldara og við verðum betri og betri og betri í þessu. Ok. Hvert er ég komin? Þannig að fyrirgefningin er gríðarlega mikilvæg og það sem gerist þegar við fyrirgefum svona neikvæðri hugsun, af því að neikvæð hugsun er neikvæð orka, kvíðahugsun býr til kvíðaorku og þetta getur bara verið svona eins og kúla, ein hugsun og við finnum hnút í magan eða þyngsli í bringur, finnum fyrir þessu. Þegar við fyrirgefum þessu þá losast þessi neikvæða orka út og þetta hefur ekki neikvæð áhrif inn og við afhendum þetta til Guðs. Við afhendum þetta til hans og heilsukvíði kemur ekki frá Guði. Heilsukvíði er ekki viðvörun frá Guði allt það hræðilega sem gæti mögulega verið að. Heilsukvíði er bara illar hugsanir frá myrkrinu. Guð, Jesús dó á krossi svo við getum átt heilbrigði. Og við erum sköpuð í Guðs mynd og við í honum erum við heilbrigð. Ok. Honum erum við heilbrigð. Ok. Amen. Það mjúti ykkur hérna. Ok, það sama á við tilfinningar og líðan okkar þegar við erum að fara yfir þessa mynd, herra í J og herra G, hver hugsun er orka og hver tilfinning er orka. Og þegar við hugsum hugsanir sem eru fullar af friði, gleði, þakklæti, krafti, von, trú, þá eru það tilfinningarnar eða orkan sem við erum að skapa og framlega innan með okkur. Þannig að okkur líður svolítið eins og við erum að hugsa. Þannig að við getum byrjað að hugsa, ég geti setið hérna og byrja að hugsa bara alltaf hræðilega og ömulega sem er að gerast í heiminum og bara stríði og ofbeldi og allt bara áföllin sem ég lent í og bara, þú veist, alla mína ókosti og ef ég myndi bara sitja og hugsa þetta stanslaust, þá er ég bara komin í þrot eftir nokkra daga. Það er bara þannig. En ég get líka setið hérna og ég get valið að hugsa öll afrekin og allt það góða sem hefur gerst og allt það fallega og stórkostlega sem er að gerast í heiminum sem er. Og þá er ég komin í gleði og kraft og veljan. Eða við getum bara valið, það sem ég geri meira og meira og meira í mínu lífi, er bara að hugsa stanslaust Jesús.
af því að það er engin tilfinning og engin orka, jafn heilbrigð og jafn falleg og jafn læknandi og jafn góð eins og Jesús og orkan sem kemur frá honum. Og stundum, þegar ég finna að mér vantar eitthvað, þá segir ég bara, Jesús, viltu gefa mér það sem mér vantar núna? Amen. Af því að hann veit alltaf hvað það er, hvort sem það er friður, stuðningur, styrkur, fyrirgefning, lækning, frelsi, sem okkur vantar, eða kærleikur, hann veit. En stundum vitum við ekki einu sinni sjálf. Og þegar við byggjum svona lítilla bænar, þá kemur hann gefur okkur það sem við þörfnumst á því augnabliki. Amen. Við notum fyrirgefninguna og þetta sterka vers, dauði og líf er á tunguna valdi. Hvað ert að tala út þegar þú ert að hitta viniðina? Ert að tala aftur og aftur og aftur og aftur veikindin og hvað líður illa og hvað er erfitt og hvað ert að bugast og hvað eru vondi við þig eða ertu að tala líf og lækningu ljósu góðu punktana og ég ásendum erfitt með að hitta fólk og vera í samtali við fólk af því að ég finn að viðkomandi er að tala svo mikið myrkur. Þú veist, ég fer kannski upp í hesthús og þar er einhver að kvarta út af því hvernig annar er að gera hlutina eða hvernig annar er ekki að gera hlutina. Þú veist, og ég finn að ég get ekki tekið undir þetta lengur. Af því ég veit ef ég er að taka undir þetta, þá er ég bara að skapa meira af því sem ég er að kvarta og kveina er að fylgja mér. Af því að það er svo mikill kraftur og það er svo mikill orka í orðunum okkar. Þannig að hvert skipti sem að við sem ég er með svo mikið kvíða eða ég er alltaf svo hrædd eða ég er alltaf svo hræddur að mér gengur aldrei vel þegar ég gerir þetta, þá er það sem við erum að skapa inn í líf okkar með valdinu sem Guð gaf okkur og þetta er ekkert smá mikið vald. Þetta er rosalegt vald. Þannig að tölum líf og það er betra að frekar að segja ekkert þegar við lendum í aðstæðum þar sem eru svona samtöl í gangi og ég fyrirgef. Þú veist, ég fyrirgef og stundum er ég búin að missa mig og ég bara og byrja að kvarta kveina yfir ykkur og svo eftir á þá er ég alveg þetta var ekki gagnlegt og ég ætla að fyrirgefa þessu og ég bara teki þetta samtal og ég afhenda þetta til þín Jesús og þá finn ég bara að eyðist. Þú veist, Jesús hann bara tekur þetta og það hefur engin neikvæð áhrif. Við erum mannleg og stundum sogumst við bara inn í eitthvað kvart og kveina, fórnarlambstal eða veikindatal eða sjúkdómatal og það er ekki eitthvað sem við þurfum að panika yfir eða fríka út yfir, við bara getum fyrirgefið afhenda til Jesú, hann hreinsar þetta út fyrir okkur. Og síðan eftir því sem við æfum þetta þá fyrir við minna og minna inn í þetta og við fyrir meira og meira að tala bara líf og tala kraft og tala það sem er bjart og fallegt og heilbrigt og frekar að velja þá að segja ekki neitt ef að við finnum okkur langar að segja eitthvað neikvætt. Og það er ekki bara mjög mikil svona sjálfsægi að loka munninum og velja að segja það ekki af því að stundum, þú veist, við lifum í samfélagi þar sem er mikið neikvæða orðræðu að fylgja mér, mjög mikið og það þykir bara eðlilegt og sjálfsagt að vera í neikvæðri orðræðu, stanslaust að vera að benda á það sem er rífa niður aðra einstaklinga, rífa niður þá sem hafa gert mistök og við sem erum kristin og höfum tekið á móti Jesú og erum að lesa orð Guðs og horfa á Jesú og hafa hann á okkar fyrirmynd að við veljum að stíga út úr þessu og taka ekki þátt í þessu. Þetta er eins og segir í Rómverjabréfinu ekki vera eins og heimurinn, endurnýjast, umbreytist með endurnýju hugafari. Ekki taka þátt í því sem heimurinn er að taka þátt í. Leyfum okkur að vera öðruvísi og höfum hugrekki og kjark til þess að vera öðruvísi. Ég var inn á mæðratips daginn og það var einhver kona sem var að lýsa erfiðari móður og einhverju baktali og hún sagði hvað myndi þið gera í mínum sporum og ég skrifa ég myndi fyrirgefa. Ég byrjaði að fyrirgefa og síðan myndi ég reyna að ræða, þú veist, á rólegum nótum við viðkomandi einstakling og það voru örugglega allavega 2 eða 3 sem að byrjaði að ráðast á mig bara fyrir það að hafa lagt til fyrirgefningu að það væri bara ógeðslegt að leggja þetta til og það væri bara meðvirkni og það er ekkert hægt að fyrirgefa narsististum og sumt er bara ófyrirgefanlegt og þetta er heimurinn. Hið illa vill ekki að við fyrirgefum
af því að hið illa vill að við séum föst í ófyrirgefningu, þannig að við náum ekki að vera það sem að Guð hefur ætlað okkur að vera. Hann vill að við séum föst í þjáningu og sársauka og svartnætti og myrkri, og þess vegna eru hlutir sem eru stórkostlegir eins og fyrirgefning. Þetta svona afbakað og afskræmt og þessi snúið einhvern veginn á hvolf í heiminum, og fólk fyrir að halda þetta þýði eitthvað allt annað en það þýðir. Og þegar Jesús dó á krossinum, þá vann hann sigur yfir öllu illu og tók á sig alla sjúkdóma, og hann gaf okkur, börnunum okkar, hlutdeild í þessum sigri, og þar af leiðandi erum við sigurvegarar. Við erum ekki fórnarlömb, og það þýðir ekki að við höfum aldrei lent í einhverju þar sem við vorum fórnarlömb í einhverjum tilteknum aðstæðum. Kannski eruðum við fyrir ofbeldi þegar við vorum börn, eða ofbeldi í nánu sambandi, eða einhver braut gegn okkur, og þá vorum við fórnarlömb í þeim skilningi á þeim tíma. En í eilífðinni, og núna erum við sigurvegarar, við erum eilífir sigurvegarar í Kristi Jesú, sem að vann stærsta og mesta og öflugasta sigur sem að hefur nokkuð tíma verið unnin frá upphafi eilífðar og mun nokkuð tíma vera unnin aftur alla eilífð. Þetta engin smá sigur sem að Jesús vann og gaf okkur, og við erum hlutdeild í þessu. Við erum ekki fórnarlömb, við erum algjörir sigurvegarar. En ef við trúum því ekki í hjartan okkar, þá náum við ekki að njóta góðs af þessu, eða fylgja mér. Ef við trúum því í hjartan okkar að myrkri hafi vald yfir okkur, að það sé alltaf að ráðast á okkur, sé að gera okkur veik, að kvíðin og óttinn stjórni líf okkar, þá það sem gerist, eða fylgja mér. Og að geta spurt okkur þessar spurningar, trúi ég því raunverulega í hjarta mínu að Jesús sé yfirnáttúrulegu Guð sem hafi vald yfir öllu, sé almáttur, eða trúi ég því að hann sé takmarkaður. Og þegar ég fór í þetta ferðalag að skoða hjarta mitt með Guði og beðið að opinbera fyrir mér og sýna mér, hverju trúi þig Guð, af því ég vil þekkja þig, að þá kom ýmislegt í ljós sem að ég bara hafi ekki hugmynd að ég trúði, eins og til dæmis að ég trúði því að hann hefði ekki vald yfir öllu, ég trúði því að hann væri takmarkaður, ég trúði því að sumstar réði myrkrið og hefði myrkrið einhvern veginn vald yfir öllu, það var alls konar bara vantrú og raungtrú sem kom upp úr þessari rannsókn sem að ég fór síðan með Guðs hjálp að lækna og leiðrétta innan með mér. Þannig ég veit, verandi búin að fara í gegnum þetta ferðalag, þá veit ég að þetta getur leynst þarna. Og það allt í lagi, og Guð vinnur með okkur í að lækna það og umbreyta, og það ætlum við að gera í hugleiðslubæninu á eftir. Og þegar að við hræðumst eitthvað, eins og til dæmis sjúkdóma og veikindi, eða kvíða eða ótta, þá erum við að gefa því valdi yfir okkur. Því allt sem við hræðumst og óttumst hefur valdi yfir okkur, og þess vegna segir Guð aftur og aftur, ekki óttast, ekki hræðast, ég með þér, horfa á mig. Trúðu því sem að ég segi, að því að Guð sannleikurinn, og Guð sagði, fyrir hans spenjar erum við heilbrigð, og við þurfum að trúa því í hjarta okkar og aldrei hlusta þegar eitthvað myrkur eða einhver annar er að segja að þú ert veikur, þú ert sjúkur, það er eitthvað að þér. Það ekki satt, það ekki rétt. Og þannig horfum við á þann hæsta, þann almáttuga, sem lifir innan með mér og lifir innan með þér. Og við segjum í Jesú nafni, hasta ég á þig kvíði. Vík burt úr mínu lífi, þú hefur ekkert vald yfir mér, þú hefur engin áhrif á mig, þú hefur ekkert pláss innan með mér, ég hef vald yfir þér. Og þannig tökum við valdið og styrkin og kraftin og máttið sem að Guð sjálfur gaf okkur, og við iðkum hann og við beitum hann til þess að losa burt þetta óheilbrigði og sjúkleika og neikvæða orku út í okkar lífi. Og amen. Og þannig tökum við stöðuna okkar. Við tökum stöðuna okkar í þeim krafti og í
þeirri sjálfsmynd sem að Guð gaf okkur að þú gerir grein fyrir því að þú ert barn Guðs, að þú ert ljós í drottni, að þú ert konungborinn, að þú ert hluti af konungsfjölskyldu, konungana. Og sem slík þá læðumst við hvorki með veggjum, né flýjum, né forðum okkur, heldur stöndum við stöðug í Guði og við mætum því sem að kemur og við feysum það í hugrekki og kjarki og í dirsku og við tölum út ljós og líf og lækningu og trú og traust. Og við ráðumst á myrkrið og það flýr. Amen. 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 Þannig að nú ég búin að taka saman örfáa punkta áður en við förum inn í hugleiðslu bænina. Þar sem við ætlum svolítið að gera þetta og við erum bein í baki. Við berum höfuðið hátt og við vitum í hjartanu hver við raunverulega erum. Og við leyfum engum öðrum að segja okkur neitt annað eða hafa neikvæð áhrif á það sem við trúum okkur og það sem við erum. Af því að eini sannleikurinn í veröld sem er full af myrkri og blekkingum og legum, það er Jesús Kristur og Guð sjálfur. Af því að hann er sannleikurinn. Og þegar heimurinn er að reyna að henda í okkur alls konar upplýsingum og alls konar distractions, að þá horfum við á Guð og við segjum, ég horf á þig og þú ert heilbrigð mitt og ég trú á þig og ég treysti þér. Og því meira sem við fókusum á hann, því meira og stærri verður hann innan með okkur og í okkar lífi. Þannig að það sem við gerum er að við pössum upp á hugsanir okkar og orðin okkar. Þetta er eitthvað sem við getum gert strax og alltaf, alla daga. Við veljum að hugsa og segja eingöngu það sem er heilbrigt, fallegt, bjart. Og þegar við feysum myrkrið, eða er eitthvað myrkur í líf okkar, við bara stöndum stöðu og við feysum það. Við bara horfumst í, við segjum bara kondi hérna kvíði og ég ætla að feysa og ég horfi bara framan í og gerði þitt besta. Við höstum á hann og við höstum á veikindin. Og við fyrirgefum alltaf. Fyrirgefa öllu og öllum alltaf og strax. Við veljum nýja hugsun og afhendum til Jesú. Við afhendum þetta til Jesú. Við afhendum honum þetta, hann tekur þetta frá okkur og gefur okkur það sem við þörfnumst. Og ef við finnum fyrir vantrú, bara þessi litla bæn, bara Jesús, ég finna það er vantrú í hjartanu mínu, það er efi í hjartanu mínu, bara ég afhendi þér þetta, gefðu mér trú, gefðu mér fullvissu, gefðu mér hugrekki. Ég finna það er ótti eða kvíði eða hér er eitthvað sjúkdómur, ég bara taka hana ég tek hana sjúkleik og ég bara afhendi þér þetta. Við afhendum honum allt. Og hann kemur með sitt undursamlega ljós og hann bara læknar það. Hann lyftir því af okkur, hann tekur það frá okkur. Og í þessari hugleiðslu bæn, þá ætlum við bara að setja inn nokkra svona grundvallartrú okkar líðan og okkar heilbrigði. Við ætlum að afhenda allan sjúkleika og kvíða og myrkur og allt til Guðs. Og við ætlum í trú að leyfa honum að lækna okkur. Og við ætlum bara að sitja og meðan hann gerir það, þá ætlum við að liggja í hans hvíld og gera ekkert. Gera ekkert. Ok. Og ætlum að fara inn í svona 10-12 mínútna hugleiðslu og bæn. Og ég ætla bara að bjóða þér að koma þér þægilega fyrir það sem situr eða liggur. Og ég þakka þér, Jesús, heilagur andi, andi lækningar, andi frelsis og andi styrks er hérna yfir. Ég þakka þér, Jesús, verði þinn vilji. Og ég bið að smyrja hjarta mitt og smyrja varir mínar. Megi tala út eingöngu þitt orð
og þinn kraft. Og ég þakka þér fyrir að þú ert læknirinn okkar. Og ég þakka þér fyrir að þú ætlar að gefa okkur heilbrigði þitt, frelsi þitt og veljan þína hér í kvöld í Jesú nafni. Og þú dregur djúpt inn andann og þegar þú blæst frá þá finnur að þú ert þegar búin að loka augunum og þú bara leyfir þér að leggjast í ljós Guðs. Guð er ljósið. Og þú bara ímyndaðir að þú svona stígur inn í þetta ljós núna og þú bara leggst í ljós Guðs og það umvefur þig eins og hvítur bómull. Og það kemur hvíldin í hjartað þitt, hvíldin í sálina þína. Það kemur hvíldin í líkamanninn og tilfinningar þínar og allar hugsanir þínar. Af því að Guð er hvíld. Og ég ætla að fara með nokkra bænir núna sem ég ætla að bjóða þér að endurtaka í hjarta þínu eftir mér. Ég þakka þér fyrir Drottinn að þú hefur fyrirgefið mér, að þú hefur fyrirgefið hjarta mínu. Ég þakka þér fyrir að þú fyrirgefur allri vantrú, öllum óheilbrigðum hugsunum. Í Jesú nafni. Og ég þakka þér fyrir að þú eykur mér trú núna, auktu mér trú, Drottinn. Ég bið þig, Drottinn, að gefa mér meiri trú, heilbrigðari trú, ennþá stærri trú. Þú, Jesús, ert mín trú. Þú, Jesús, ert mitt traust. Og þú, Jesús, ert mitt heilbrigði. Og þú, Jesús, ert mín vellíðan, mín líðan. Og þú, Jesús, ert mitt geð og mín lund. Í Jesú nafni. Og ég set inn í hjarta mitt þessa trú. Ég er dóttir þín, sonur þinn. Ég er konungborinn. Ég er hluti af konungsfjölskyldu Guðs almáttugs. Konungana. Í Jesú nafni, með þeim mætti og því valdi
sem Guð sjálfur hefur gefið mér. Stend ég stöðugur gegn öllu illu og ég hasta á það. Og ég hasta á allan sjúkleika, allan kvíða og allan ótta. Ég hef valdið við þessu, ekki öfugt. Af því að þú, drottinn Jesús, ert valdið mitt og þú ert valið mitt. Og ég vel þig. Þú, Jesús, stendur með mér. Ert með mér í liði. Og ég trúi því af öllu mínu hjarta núna að fyrir þínar benjar er ég heil, er ég heill. Að þitt heilbrigði er mitt heilbrigði. Og það er ekkert illt, ekkert neikvætt, ekkert sjúkt þarna úti sem getur snert mig. Af því að þá eru þín orð, Jesús, að hinn vondi getur ekki snert okkur. Og nú ætlum við bara að taka smá stund þar sem við liggjum í hvíld Guðs og við ætlum að opna hjarta okkar ennþá meira fyrir Jesú. Jesús, ég tek við þér. Ég tek við þinni lækningu og ég tek við þínu kraftaverki núna. Takk. Og nú leyfum við bara Guði að vinna og gerum ekkert.
Himneski Faðir, í Jesú nafni þá afhendi ég allar mínar tilfinningar. Ég afhenda þær inn í ljósið þitt núna og ég þakka þér fyrir að þú læknar þær. Þú gefur mér Jesú tilfinningu inn í hjarta mitt núna sem er stórkostlegasta og besta og heilbrigðasta og fallegasta tilfinning sem til er. Takk, Jesús. Takk fyrir lækninguna sem er þegar orðin. Takk fyrir kraftaverkið sem að þú hefur unnið fyrir mig. Og takk fyrir að það er eitthvað stórkostlegt og eitthvað fallegt og eitthvað magnað að fara að gerast í mínu lífi framundan. Takk fyrir Jesús að vera það stórkostlegasta og fallegasta og besta sem til er í allri veröldinni. Takk Jesús. Amen. Þú finnur eitthvað stórkostlegan létt innra með þér. Finnur kraft Guðs og lækningu Guðs innra með þér. Að Guð hefur unnið eitthvað stórkostlegt verk í þínu hjarta, í þínu lífi hér í dag. Og þegar þú ert tilbúin þá máttu bara koma hægt og rólega tilbaka. Opna augun hægt og rólega. Og þá finnur þú að þú ert komin tilbaka til fullrar vitundar og líður stórkostlega vel.